Nettómótið nú haldið í 23. sinn í Reykjanesbæ og stærsta körfuboltamót sem haldið hér á landi. 1200 krakkar, 12 ára yngri í yfir 190 liðum mæta til leiks en spilað í 4 íþróttahúsum. Hófst var í upphaflega kallað kóngumjólkurmót. Við vorum mjög ánægð með mótið 2002 og fórum upp í 430 krakka held ég. Og síðan er þetta bara búið að vaksa eins og raketta síðan. Hvað erum við að horfa á marga keppendur hérna í ár? Við vorum að áætla rétt rúmlega 1200 krakka í ár sem eru hérna mætt að keppa á 13 völlum, alls 462 leiki. Er einhver takmörk fyrir hversu stórt þetta getur orðið eða hversu stórt viljið þið hafa þetta? Já, ef við förum yfir 1200 börn núna, eins og áætla sína, þá er þetta stærsta mót sem við höfum verið með. Og það er alveg, miðað við þær forsendur sem við höfum í dag, það er alveg að springa. Og það er bara hvernig það verður í framhaldinu, hvort að við förum að tala við nágranna sveitarfélögin og eins og við erum að gera. Íþróttamiðstöðin í Garði kom með okkur inn í þetta núna. Og þá er bara spurning hvort að við fáum hérna sanngirninga með okkur í lið líka. Við erum með tæplega 1000 manns í gistingu sem er bara gríðarlegt magn sem er að gista hérna í skólum. Þetta er mikil skipulagsvinna. Hvað hafið farið oft á nettómótið? Já, þetta er eiginlega í annars skipti hjá mér. 5. Þriðja. Er gaman á nettómótinu? Já. Og hvað hlakkið þið svona mest til? Ekki hugmynd. Allt bara. Hvað hlakkið þið svona mest til að fara að gera? Að spila. Kannski að fara í hoppukastarinn eða eitthvað. Hvað hafið þið æft körfubolta lengi? 2 ár. 2 ár. 1 ár. Ég hef lærið það mjög lengi. Hvernig skynjar það svona viðbrögð fólks við mótinu, bæði þá heimamanna og gesta? Ég hef ekki fengið neitt nema gott frá fólki, sko. Það sem að fólk vill aðalega skipti máli, að tímasetningar standist. Ef ég á að spila klukkan 3, þá á ég að spila klukkan 3. Og ef ég á að fara í bíó klukkan 5, þá fer ég í bíó klukkan 5. Og það er hérna, en auðvitað kemur einhverjum hnökrar upp að vera forföll og hitt og þetta, en þá bara rettum við því. Þess að vera að smyrja samlokur í liðið, er það alltaf árlegur hluti af þessu svona? Já, það er það sem að foreldrastarfið kemur inn, að við dreifum svona í vinnu varðandi eldhúsið og varðandi gangavörslu og svona aðra hluti. Við höfum alltaf notað við foreldra barna í 9. bekk. Og þau bara taka að sér eldhúsið eins og sást í gær og það þarf að smyrja samlokur og undirbúa morgunmatinn sem er í skólanum sem að fólki gistir í á morgun. Hvaða svona þýðingu hefur svona mót fyrir samfélagi eins og Reykjanesbæ? Já, ég var bara að heyra á þann, það er uppfullt hérna allt gistir á gistihúsum og hótelum hérna. Hvað er búið að vera erfiðasta liðið? KR. Ég er KR. Hvað hafið þið farið oft á nettómótið? 4 sinnum. 1 sinni. 4 sinnum. Hvað hlakkið þið svona mest til að fara að gera á nettómótinu? Hoppukastarnir. Já, hoppukastarnir. Og hvað hafið þið æft körfubolta lengi? Ég er svona hálft ár. 2 ár. Hver er bestur? Hver er bestur?